Icelandair hefur gengið frá kaupum á 49% hlut á Flyplay Europe á Möltu sem var í eigu hins gjaldþrota flugfélags Play. Kaupverðið nemur 84 milljónum króna og með kaupunum fylgir maltneskt fluglastarleyfi. Í tilkynningu félagsins segir að kaupin skapi möguleika til einföldunar og hagræðingar í rekstri félagsins á Íslandi. Viljayfirlýsingin kaupin var undirrituð í vor og flugmenn Icelandair lýstu þá yfir áhyggjum af því að tilgangurinn væri að gera félaginu kleift að ráða áhafnir á lægri launum en íslenskir kjarasamningar kveða á. Anna Lilja Þórisdóttir, hvað vitum við meira þessi viðskipti? Já, þetta náttúrulega ekki nýtilkomið, það var heilmikið fjallað þetta í vor og þá var viðbrögðin nokkuð blendin, en hér maður sem veit meira Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair. Já, hvernig það að kaupa þetta félag? Við erum að horfa til þess að ná fram ákveðni einföldun og hagræðingu þá í starfseminni hér á Íslandi. Við höfum verið í flota endurnýjun, við erum að hætta rekstri á 757 vélum og 767 vélum hérna á Íslandi sem hafa þjónað Icelandair mjög vel. Og við erum að innleiða Airbus-vélar, tilkynntu nýlega að við verðum að tryggja okkur 10 vélar sem að koma inn á næstu 2 árum, þannig að fljótlega verður sá floti komin upp í 20 vélar með 20 MAX-vélum, þannig að það er svona kjarnaflotin okkar og það verða örfáar 75 reknar áfram hjá loftleiðum í einhver tíma og það er bara hagræði því að færa þá starfsemi eitthvað annað og einfalda starfsemina hér og vera með rekstur þessara eldri véla annars staðar og láta það ekki trufla starfsemina hér á landi. En eru þið að sækjast eftir einhverju öðru en flugrekstrarleyfum með þessum kaupum? Það eru hann með hluthafar með okkur, íslenski stofnanafjárfestar, lífeyrissjóðir og verðbréfasjóðir og þeir eru að koma inn í þetta verkefni þá með okkur og þetta eru aðalega sem að hafa sömu hagsmuna við að Icelandair gangi vel, íslenska ferðaþjónusta gangi vel og íslenska hagkerfinu gangi vel. Við sjáum tækifæri því. En fyrst og fremst erum við að auka sveigjanleikann og ná fram einföldun hér með því að ná í þetta flugrekstrarleyfi hann á Möltu. En ætlið að ráða erlendar áhafnir? Ég reikna með því að það verði einhverjir starfsmenn erlendi sjá okkur á Möltu, alveg svo við erum búin að vera með í 20 ár starfsmenn hérna í Íslandi og á Filippseyjum. En lykillinn að þessu og markmiði nummer 1, 2 og 3 er að styrkja grunninn hér á Íslandi, styrkja leiðakerfi sem við rekum út frá Keflavík og halda áfram að vaxa og dafna hér á Íslandi. En já, kjaraviðræður við flugmenn hafa ekki gengið neitt sérlega vel að gera hlé að þeim núna í sumar, taka þær aftur upp núna í haust. Gæti þetta virkað eins og sprengja inn í þær viðræður? Viðræðin hafa hafist aftur og eru búin að vera núna í gangi til síðustu 2 vikur. Þetta verkefni og þessi fjárfesting sem við erum að sagt frá í dag, þetta er langtíma, við erum að hugsa þetta til lengri tíma. Við erum með stefnu og markmið sem að gilda til langs tíma hjá okkur. Við kynntum hérna fyrir 2 árum markmið félagsins vöxt til ásins 2037 þegar félagi verður 90 ára. Við þurfum 100 ára og við þurfum að fjölga flugvélum, við þurfum að fjölga fólki hér á Íslandi, styrkja innvið og auka sveigjanleika og þetta er bara hluti af þeirri vegferð. Einmitt. En takk fyrir þetta Bogi og við segjum þetta gott hérna. Takk Anna Lilja Þórisdóttir.